Komið sælir áhorfendur og verið velkomnir í frétt- og umræðuþáttinn 21 á fimmtudagskveldi. Í lok þáttarins ætlar Björn Jón Bragason að ræða við Þór Jakobsson áhrif klukkunnar á líðan Íslendinga við ysta haf. En við byrjum að sjálfsögðu á pólitíkinni sem logar þessi dagurinn. Það ekki á hverjum degi sem ráðherra stígur til hliðar eða segir af sér, en það gerði Sigríður Á Andersen, dómsmálaráðherra í gær. Mörgum að óvörum eða við yfirlýsingar hennar daginn áður. Við ætlum að ræða þetta mál í þaula, alla pólitíkinni í því, afleiðingarnar við Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur, formann Viðreisnar, Loga Má Einarsson, formann Samfylkingarinnar og Gunnar Braga Sveinsson, þingflokksformann Miðflokksins. Verið velkominn. Takk. Þorgerður, byrjum á þér. Þessi orðaleikur, er hún að stíga til hliðar eða er þetta afsögn? Já, í mínum huga er þetta afsögn. Hún er kannski að segja þetta, taka svona til orða, stíga til hliðar af því hún, eðlilega, hún er stjórnmálamaður með metnað eins og við öll, að hún ber þá von eflaust í brjóst að geta komið tilbaka og vill halda því opni með þessu orðalagi. En formreglurnar segja að þetta er raunverulega afsögn, hún er að gera meira heldur en að stíga bara tímabundið til hliðar. Það þarf sjálfstæða ákvörðun til þess að hún komi aftur og mér sýnist þetta nú hanga svolítið mikið á því bæði hver verður núna síðar í dag valinn sem eftirmaður, en líka hitt bara hvað Vinstri græn munu segja í þessu. Það er alveg ljóst að það þarf sjálfstæða ákvörðun til þess að hún komi inn aftur, þannig að formlega já, þá er þetta afsögn að ræða. Logi, á hún afturkvæmt í ráðherrastólinn? Þennan? Já. Mér þykir það nú hæpið allan að í þessu stjórnarsamstarfi. Þetta er auðvitað skýr afsögn, það er ekkert annað í boði. Það sem vekur athygli við þetta er hins vegar að hún velur að tala svona þetta. Það er eingöngu gert fyrir hana sjálfa og kannski einhvern arm í Sjálfstæðisflokknum sem hefur stutt hana. Þetta er hins vegar bara sprengja inn til Vinstri grænna. Þau geta ekki verið sátt við þetta orðalag. Þannig að þá vofir ennþá yfir sá möguleiki að þegar það er búið að klára þetta mál þá komum bara aftur og það hef ég enga trú á að hugnist Vinstri grænum. Af því að við skulum ekki gleyma því að eitt er nú þetta mál sem að gerði það bara nauðsynlegt fyrir hann að segja af sér, en svo eru þetta bara þær áherslu sem hún hefur haft í sínum ráðherrastól sem að gera það verkum að ég held að Vinstri grænum bara hugnist ekki að hún sé dómsmálaráðherra. En Gunnar Bragi, var þetta sjálfstæð ákvörðun hennar eða var henni ýtt út í þetta? Hún lætur lítið út fyrir eins og hún hafi tekið þessa ákvörðun en segir ekki ætla að taka pokann sinn deginum áður, er komin á allt aðra skoðun daginn eftir að Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra til dæmis komin heim. Heldur að einhverju aðrir hafi þrýst á hana? Ég held því alveg augljóst að þetta var eitthvað konar skilyrði frá Vinstri grænum að hún myndi víkja, enda segir Sigríður sjálf í sínum yfirlýsingum öllum að þetta sé hinn pólitíski veruleiki, að hún sé að gera þetta á pólitíkinni, ekki út á rauninni niðurstöðu dómsins, heldur það að pólitísk andrúmsloft og hennar persóna sé fyrir eitthvað slíkt. Þannig ég tek nú undir með kollegum minni hér að þetta er ekki að fúsum og frjálsum vilja sem hún er að stíga til hliðar. Hvort hún kemur aftur er svona spurningamerki. Það er ljóst að hvorki Katrín eða Sigurður Ingi hafa lýst yfir stuðningi við Sigríði þegar að fagna þessar ákvörðunar, en Sigurður Ingi reyndar skilyrðir endurkomuna þá við það að yfirréttur eða hvað við köllum þetta, áfrýjunardómstóllinn, að hann komist að annarri niðurstöðu en þessi. Þá segir hann að hún eigi kannski afturkvæmt. En þetta er augljóslega bara pólitík. En hversu mikil pólitík er þetta? Hefðu Vinstri grænir getað, setið uppi með hana áfram sem ráðherra eftir það sem að undan kom? Hugsanlega hefðu þau ekki getað gert það, en þetta er hins vegar mjög áhugavert að Sjálfstæðisflokkurinn lætur þarna undan rauninni Vinstri grænum og setur út þann ráðherra sem hefur hvað mest verið til hægri í Sjálfstæðisflokknum, hægri í ríkisstjórninni, tala fyrir ákveðnum hugmyndum, ákveðnum leiðum sem að, og hann skilur svolítið núna eftir hægri vænginn lamaðan í Sjálfstæðisflokknum og ekki síst í ríkisstjórninni. Þannig að Vinstri græn held ég geti verið þokkalega ánægð með að ná þessu fram, en á sama skapi er óljóst hvað verður með framhaldið. Mun Sjálfstæðisflokkurinn láta þau ráða því hvort að Sigríður kemur aftur eða ekki. Þorgerður, erum við að tala að Vinstri grænir séu loksins búin að losna við svona óþæga krakkan í stjórninni? Sigmundur Davíð orða í þá veru í blöðunum í morgun? Já, ég veit ekki hvort ég vilja endilega dvelja við þetta, því að mér finnst það... Katrín? Já, veistu það, ég ætla bara að vera það, hún hætti,
hún losaði í rauninu kannski þá helstu fyrirstöðu sem var á því að taka strax á málinu og ég bara virði hana fyrir það og ég ætla ekki að eyða orkun í það að ræða núna frekar þá þessa ábyrgð heldur miklu frekar hvað ætlum að gera í kjölfar og það skiptir náttúrulega mjög miklu máli upp á trúveruleika ferilsins hver verður hennar eftirmaður í stóli þannig að ég bara einfaldlega virði Sigríði fyrir þetta og vona að það komist allavega ró á þetta ferli. Það eru náttúrulega ótal mörg mál sem í gangi í samfélaginu og við þurfum ekki stjórnarkreppu. Ég fegin að það sé búið að afstýra henni. Ég líka bara vil að ríkisstjórnin fari að einbeita sér að því að reyna að koma einhverja raunhæfar lausnir varðandi kjaramálin. Allt sem hún hefur lagt fram til þessa nema kannski íbúðarmálin, hægt að segja henni það til hrós, en ekkert endilega mjög burðug. Þannig að það eru stór verkefni önnur. Við erum að sjá stöðun í ferðaþjónustunni, hún er mjög alvarleg þar, við erum að sjá loðnubrest í sjávarútveginum, þannig að við höfum bara ekki efni á því að vera með upphlaup í þinginu, uppnám þar. Við þurfum að ná einhverju friði til þess að klára verkefnið og núna fyrir þingi þá berum við líka þá ábyrgð að ná svolítið stjórn á þessum hlutum og byggja undir landsréttina. Því þetta er svo mikilvæg réttarbót fyrir okkur öll að fá landsrétt inn í íslenskt réttarkerfi. Ég tek undir það og það er auðvitað nauðsynlegt og Katrín er örugglega búin að kalla til sín helstu stjórnskipunarfræðinga landsins til þess að leysa úr þessu máli. En þetta er áhugavert ekki bara sem einstakur atburður að Sigríður skuli réttilega stíga til hliðar, segja af sér, heldur að þetta breytir allir dýnamíkinni milli stjórnarflokkana. Við skulum ekki gleyma því að þetta er ekkert einangrað óánægjuefni hjá Vinstri grænum. Við skulum tala hvalveiðar, við skulum taka herta útlendingastefnu, við skulum tala hægri stefnu í skattapólitík. Fiskeldi. Allt þetta á eftir að reynast þeim erfitt. Nú eru Vinstri græn væntanlega búin að berja í borðið og segja við getum ekki haldið áfram nema hún segja af sér. Það mun skapa ótrúlega svona nýja held ég samskiptamynstur á milli formannanna. Tveggja vegna þess að þessi þriðji er einhvern veginn eins og miðjubarnið í fjölskyldunni að hann bara gleymist alltaf á týnist og á köflum er hann ekki eins og ráðherra heldur þingmaður Sjálfstæðisflokksins er samgönguráðherra. Þannig að það er nú líka eitthvað sem að Framsókn getur bara ekki verið ánægt með í þessu samstarfi. En metur það svo Logi að Katrín, jafnvel Bjarni, hafi álitið sem svo að það er betra að hún stígi til hliðar til að halda friðinn í þinginu vegna þeirra verkefna sem eru framöndan? Mér finnst þetta nú eiginlega bara blasa við, þetta er eiginlega augljósara heldur en bara það er alveg rétt að það hafa allir flokkar áhuga á því bara að vinna úr þessu klúðri sem hefur verið, bæði að hálfu ráðherra en einnig það áfyllt stóð sem má heimfara upp á þingið. En ég held að það er bara blasa við að þau hafi ekki átt neitt valkost. Það sem ég held að Vinstri græn hafi bara stillt þeim upp. Það sem vekur hins vegar athygli. Það er eins og það hafi ekkert leikkerfi verið í gangi. Ég meina þetta vissu allir, það kæmi dómur 12. Mars. Og engin áætlun. Engin áætlun. Og mér fannst þetta að sýna svona skrýtna verkstjórn. Ég var búinn að spá því að ég er yfirleitt bjartsýnn fyrir hönd annars fólks að ef að dómur myndi falla svona, þá myndi bara kortir í 12 vera tilkynnt í blöðunum, dómsmálaráðherra hefur sagt af sér. En það gerði ekki, þetta var fumkennt og þetta var vandræðalegt. Tölum aðeins dóminn sjálfan áður við tölum aðferð Sigríðar sem var henni að falli og aðkoma Alþingis og úrbætur á þessu málaflokki. Gunnar Bragi, ég vil taka það fram að ég bauð fulltrúum stjórnarinnar og forystufólki í Sjálfstæðisflokki, Vinstri grænum og Framsóknarflokki til þessa myndvers vegna þessa máls en allir afþökku og þar á meðal líka mjög margir stjórnarliðar sem ég hafði samband við, þannig að ég sit uppi með ykkur sem er ágætt. En Gunnar Bragi, dómurinn sjálfur, MD-dómurinn, hann er óvinnu harður, að minnst frá þessum fimmmenningur sem fallast á þessi rökin sem eru uppi. Tveir skila sér áliti sem líka eru svolítið sérstök á marga vegu. En dómurinn tekur af tvímæli.
Dómurinn mjög ákveðinn og harður. Það sterk lýsing. Hins vegar upplýsingur það. Ég sendi yfirstjórn þingsins tölvupóst í gær þar sem ég bað þessi dómur yrði nú íslenskaður, þannig að við getum verið sammála túlkanir ákveðna orða þarna, eða reynt að vera það allavega. Það sem vitanlega sérstakt, sko, það tvennt í þessu. Annars vegar náttúrulega dómurinn harður af mörgu leyti. Hann klofnar líka. Minnihlutin skýtur svolítið á meiri hluta dómsins þarna í þessu máli öllu saman. Við sjáum að það kemur, man ekki hvort að forma dómarafélagsins eða einhver annar sem kemur fram og lýsir því í viðtali að þessi augljóst að það er pólitísk undiralda í Evrópa áhrif að niðurstöðu dómsins, það er alls konar hlutir. Ef það er þannig, þá er þetta náttúrulega ekki gott ef það er svona pólitískt andrúmsloft farið að stýra í hvernig dómurinn kveður upp. Svo hins vegar annað mál hvort að við viljum ganga í það blankt og formaður Sjálfstæðisflokks og segja að þetta sé að gefa skyn að sé inngrip inn í innanríkismál. Voru það heppileg meðaleg? Veistu, ég finnst bara að Bjarni geti alveg haft það skoðun. Mér finnst bara allt í lagi að gera það. Ég ætla ekki að segja að hann megi ekki segja þessa hluti. Það er vitanlega þannig að við verðum á hverjum tíma hafa skoðunir á þessu hlutum. En að því sögðu, þá vil ég líka vara við því að menn oftúlki þennan dóm, líkt og Björn Thorarenson sagði í morgunfréttum eða í útvarpinu. Henni fannst þetta framsækin túlkun af hálfu dómsins? Já, hún líka vara við myndum oftúlka þetta heima, þar að segja að allt var hér upplaust og einhver rugli. Þannig að ég held að verðum bara að stíga til varlega til jarðar og sjá aðeins svona hvernig svona túlkanir verða í framhaldinu. Ég held að mikilvægt fyrir okkur að fá þennan dóm íslenskaðan, þannig að við getum lesið hann okkar tungumáli og haft þá alla skilgreiningar á hreinu. En ég held að þessi mál sé hvergi lokið því að ríkisstjórnin hlýtur og eins og hefur komið framreyndar að áfrýja þessum dómi og ekki síst til þess að fá úr því skorið þá hvort að þessi sterku orð þarna notuð eiga sér þá. Þorgerður, sko dómurinn einfaldlega í þá veru að Sigríður dómsmálaráðherra hafi farið með ólöglegum hætti í ráðningu á þessum dómurum, svo við tölum bara íslensku og íslenskum dómin á vissan hátt, en í dómnum svona maður getur túlkað dómina þá vegu að það sé verið að skamma okkur, við séum sett á bekk með svona þjóðum á borð við Pólverja og Ungverja sem að krukka í dómskerfið opinberlega. Hvernig horfir þetta við þér? Já, þetta bara mjög alvarlegt og staðan mjög alvarleg og það er enginn sem að segja að það sé ekki réttaróvissa í landinu. Það er réttaróvissa. Landsréttur búinn að segja að allir 15 dómararnir eru búin að taka ákveðið hlé, telja dómar í gildi þá alla og það er mjög skýr skilaboð til okkar hvernig við eigum eða verðum að taka á þessu. Og þessi fjórir dómar eru í tómarúmi? Já, þeir eru líka hæfir, sko. Við þurfum bara að vera sammála það að vinnubrögðin voru til vansa. Vinnubrögð dómsmálaráðherra, vinnubrögð líka þingsins. Allra þeirra sem síðan komu að þessu. Við vorum ekki að gera hlutina rétt og þú segir réttilega. Við erum komin með í hópaltíinu í gegnum Mannréttindadómstóla Evrópu með hópu þjóða með eins og Pólverjum, Rúmenum og Ungverjum. Og það er ekkert skemmtilegur hópu til að vera í þegar að því það er beinlínis atlaga að dómskerfinu. Þannig að þess vegna hef ég verið mjög gagnrýnin á það. Það er eitt að hafa skoðun á lagalegir túlkun dómsins. Og það geta allir haft skoðun á því. Mér finnst það hættulegt. Þegar forystufólk í ríkisstjórn, formaður stærsta stjórnmálaflokksins sem hefur, og sá flokkur hefur haft allt aðra skoðun finnst mér á því hvernig við eigum að nálgast með alþjóðastjórnmál, skuldbindingar okkar á alþjóðagrunni og svo framvegis. Nú er þetta alltaf breytast og mér finnst hættulegt þegar menn vaða fram, eru fúlir yfir niðurstöðu dómsins af því það er verið að slá okkur ákveðin kynnast undir þetta. Það er verið að tala mjög skýrt þarna og segja bara út af einhverju ólund af því þetta eru þeirra ráðherrar að það er nokkert endilega að marka Mannréttindadómstólinn, það er verið að tala niður með þeim hætti að við ekkert að vera að hafa hér valdað utan. Það þurfum við bara að fara að endur skilgreina okkar hlutur innan Evrópuráðsins. Af því þetta er ekkert Evrópusambandið, þetta er Evrópuráðið sem við urðum þátttakendur að 1950 og ég segi, talandi líka bara atlegu sem að mannréttindum, að dómskerfi. Ég vil ekki Ísland verði með í hópi þeirra þjóða sem við vorum að tala hér áðan. Þannig að þess vegna hef ég lagt ítrekað áherslu á það. Ég hef ekki viljað fara beint inn í vantrauststillöguna og umræðuna að ég hef viljað einblína á niðurstöðu dómsins og hvernig við fylgjum henni eftir. Og við þurfum að fara að svara því hvernig við ætlum að koma dómskerfinu okkar í lag aftur. En Logi, hversu alvarlegur þessi dómur? Það vakti athygli mína að Orðvar maður og Birgir Ármannsson kvaðst vera bara einfaldlega ósammála þessum dómi. Þetta er alvarlegar en svo. Já,
við skulum nú ekki gleyma því að Mannréttindadómstóll Evrópu, við erum aðili að honum. Hann hefur fært bæði okkur og fjölmörgum Evrópuríkjum fjölmargar réttarbætur og sýnt okkur aðhald. Og þú getur ekki verið fíl út í Evrópusambandi út af þessum dóm? Nei, guð minn almáttugur. Og sko, að fara inn í dóminn sjálfan, sko, það fer miklu betur lögmenntuðu fólki heldur miðaldra arkitekt. Þannig að ég ætla nú ekki að fara í tæknilega hlut hennar. Og það líka þannig að það getur verið áhugavert umræðuefni og milli lögfróðs fólks og fræðasamfélagsins að velta fyrir sér áferð á minnihlutaáliti og meirihlutaáliti. En það nú almennt þannig að þegar að meirihlutin hefur talað, þá gildir sú túlkun og hún mjög skýr, hún mjög afdráttarlaus. Björg Thorarensen sagði líka í morgun að jafnvel þó afleiðingarnar hafa orðið pólitískar, þá var dómurinn sjálfur ekki á nokkurn hátt pólitískur, en hann hins vegar, hann kveðinn upp vegna þess að það var óeðlilegt inngrip af hálfu pólitíkarinnar, bæði ráðherra og svo klúður hjá þinginu, og við skulum ekki gleyma því í þessu samhengi að þetta nú kannski ekki fyrsta skipti sem að það verða uppi efasemdir skipan dómara á Íslandi. Þær hafa nú verið nokkrar, þannig að við eigum að taka þetta fyllilega alvarlega vegna þess að það megin réttur hvers Íslendings að geta sótt sér sjálfstæðan dóm, óháðan dóm og jafnvel þó allt þetta fólk sem var á endanum á þessum lista sé fullkomlega hæft til þess að sitja í þessum dómi. Þá ef það einhver minnsti vafi að það hafi önnur sjónarmið verið uppi heldur en hæfni, já, þá það bara þannig og við eigum að taka þetta alvarlega og mér finnst ömurlegt að hlusta á fyrrverandi forsætisráðherra þjóðarinnar og núverandi fjármálaráðherra eiginlega reyna að fara að grafa undan þessu samstarfi og fara svona ýja að því að við getum hugsanlega sagt okkur frá honum eða annað slíkt. Og býtu, bara aðeins að lokum, vegna þess að við erum kannski á svolítið ögur stund, Íslendingar og samfélagið, að því að þó að Íslendingar Ísland sé eyland, þá eru Íslendingar ekki eyland. Og farsæl þróun í heiminum, hún algjörlega háð því að við vinnum þéttar saman, en við förum ekki að hluta okkur í sundur og reisa einhverja múra í kringum okkur. Gunnar Bragi, það beinlínis gremjulegt hvernig þetta millidómstig, mikilvæga millidómstigs landsrétturinn fer af stað. Burt séð frá aðkomu þingsins ráðherrans, þá þetta á að giska ömurleg byrjun á þessu dómstigi. Ég menn það náttúrulega geta allir og allir örugglega sammála það að þau vilja byrja þetta dómstig eða þetta ferli alls saman á traustari grunni og fá það svo óþvegið frá Mannréttindadómstólnum. Já, ég meina, þessi dómur vitanlega áfellisdómur. Það enginn sem að draga neitt úr því, en það hins vegar þannig að það ekki allir sammála niðurstöðuna og það bara ekkert að því. Þó að Birgir Ármannsson einhver annar gagnrýni dóminn. Annað væri það nú, ef við ætlum að banna fólki að hafa skoðun einhverju hlutum, þá skiptir það bara þá erum við komin á vondan stað. Við sjáum það til dæmis að það mjög oft að... En verðum við ekki að taka dómnum? Sko, þarna eftir eitt... Ég segi við áfrýða þessum dómi, engin spurning, til að fá úr því endalega skori hvort að þetta með þessum hætti ekki. Það væri betra ef að áfrýjun að dómstóllinn kemst svo að þeirri niðurstöðu einróma, hver sem hún verður, mögulega og væntanlega verður hún þá eins og meirihlutin komst að þarna í þessu dómstigi. Ég myndi ætla það vegna þess að þetta hvað 5-2 sem þarna komast að þessari niðurstöðu. En mér finnst mjög nauðsynlegt að láta þetta mál ganga alla leið, ekki síst vegna þess að dómurinn klofnar og ég ljósi þess að þetta skiptir mjög miklu máli fyrir Ísland. Ég ekki sammála því vegna þess að í fyrsta lagi náttúrulega engar líkur að verði einróma vegna þess að tveir úr þessum dómstól flytjast upp. Það að segja sem sagt okkar fulltrúi og svo forsetinn sem voru á sitt hverju skoðuninni. Ég hef mínar efasemdir að það eiga að taka 1 og 1,5 ár til að láta það reyna á þetta. Við höfum miklu frekar að einbeita okkur að því, allir flokkar í sameiningu, ná sátt það að koma þessu í rétt horf. Gott og vel, við skulum aðeins færa okkur inn á þing vegna þess að það má vissulega færa fyrir því rök að ráðherra hafi fallið á prófinu, búin að segja af sér fyrir vikið, en fór Alþingi ekki líka Jú, ég allir geta að draga dul á það. Eins og ég segir, vinnubrögð okkar, við þurfum að fara að temja okkur betri vinnubrögð. En hvað klikkaði? Ég skil ekki alveg þess aðkoma Alþingis. Það eins og Alþingi hafi verið ákveðin svona stuðpúði, stimpilpúði til þess að svona milda vald ráðherrans í þessu efni. Til hvers var aðkoma Alþingis á sínum tíma? Það verið að reyna
að koma til móts við að mínum mati, sem það jákvæða, svona ákveðna gagnrýni sem hefur verið á skipun dómara, hæstaréttardómara sem héraðsdómara í gegnum tíðina. Þetta var viðleitni til þess að gera betur og færa þetta betur út til þjóðkjöruna fulltrúa, þingmanna. En hefði þá átt að dæma... En á móti kemur að þingið, það stendur í lögunum, dómstólalögunum minnir mig, að það eigi að greiða atkvæði hvern og einn. En af hverju var það ekki gert? Það að hluta til kannski ekki nægilega góð ráðgjöf sem að þingið fékk og svo líka hitt að það var bara að segja hlutina eins og þeir eru, að það var viðkvæmni bæði meðal stjórnarmeirihluta en ekki síður stjórnarminnihluta, stjórnarandstöðunar. Það eru persónuleg tengst, fólk vildi ekki fara að greiða atkvæði hvern og einn einstakling, fannst það óþægilegt og fara í þær skotgrafir. Þannig að ég held að þetta hluta því sem við erum að skoða, er þetta rétta leiðin að láta þingið á endanum fá þetta, eða bara best að dómsmálaráðherra hverju sinni beri þá eina pólitísku ábyrgð, einn og óstuddur. Það er allavega ljóst að í öllu þessu ferli þá þurfum við að taka til, en mest ríður á núna er að reyna að skýra hvaða leið við ætlum að fara með Landsrétt og það hafa ýmsar leiðir verið nefndar. Ein af þeim sem ég hef verið að hlusta eftir í rauninni að bara endurstilla kerfið, við bara leggjum niður til bráðabirgða, Landsrétt, og þá verður bara héraðsdómur og Hæstiréttur, fjölgum í Hæstarétti tímabundið með Landsréttardómarunum, setjum þá í Hæstarétt þá tímabundið, hugsanlega hálft ár, 1 ár mestalagi, og endurræsum Landsrétt að nýju. Við erum komið húsnæði, það er allt tilbúið, þannig að það ætti ekki að vera neitt, en eina sem ég bið að við skulum ekki fara í einhverja plástra, eitthvað sem að strax leikur vafi á. Gerum þetta almennilega og gerum þetta saman. Þetta er ekki, núna finnst mér þetta ekki lengur vera bara ríkisstjórnarmál eitt og sér, þó að hún náttúrulega leiði vagnin í þessu og sérstaklega nýr dómsmálaráðherra. Ég held að verða allir flokkar að koma að þessu. Ég held að það sé og yrði farsælast. Úrbætur, við þurfum að taka okkur tak í þessum efnum. Það er búið að deila á stjórnmálamenn fyrir að krukka í dómarastörfin eilíflega síðustu áratugi. Það er líka talað að það sé ákveðin dómara klíka í landinu sem vilja bara fá sitt fólk inn á kontorinn. Það þarf að bæta hér úr. Já, alveg örugglega og eins og ég hef margoft sagt að þá þarf að fá okkar færustu stjórnskipun og sérfræðinga til þess að leiðbeina okkur þarna og ég meina hugsanlega voru þetta mistök að færa þetta svona inn í þingið. Menn hafa væntanlega gert það, var að ræða nýjan dómstól og með 15 manns. En ég vil nú halda því til haga líka að í þessari allri og þessari umræðu þá var dómsmálaráðherra boðið upp á það að taka sér lengri tíma í þetta vegna þess að það var opinn gluggi til lok júní og við buðum upp á það að þingið yrði kallað saman aftur í lok júní og hún væri þá bara búin að vinna sína vinnu og gera það mat sem að allir voru búin að ráðleggja henni og segja henni að hún þyrfti að gera. Með þá viðtölum við hvern og einn til dæmis? Já, ég meina það var enginn í vafa það að ráðherra hafði heimild til þess að íhuga annan lista heldur hún kom fram en það er ekki sama hvernig hún bar hann fram og hvernig hún fellur á því. Hún fellur á því. Já, og leynir upplýsingum. Hún leyndi upplýsingum að hún fékk ráðgjöf það að það þyrfti að sinna betur rannsóknarskyldu fyrir hvern og einn dómara og þingið var ekki upplýst heldur það. Og það er náttúrulega mjög alvarlegt. Ég held bara í úrbætur. Losnum við pólitíkina í þessum ferfi? Eða þarf pólitíkin að renna? Nei, aldrei. Ég vil að pólitíkin beri ábyrgð á þessu. Ég vil að ráðherrann beri endanlega ábyrgð í málinu. Hvort Alþingi einhvers að koma að þessu, við verðum bara að fara yfir það. Ef ég man þetta rétt, þá var þetta nú þannig að fyrsta tillagan fór ekki gegnum ríkisstjórnar á þeim tíma, er það ekki rétt? Ég meina, hún var send tilbaka með einhvern öfn. Hún fór aldrei fyrir ríkisstjórn. Það var svolítið, já. En allavega þegar þingið kemur á þessu, þá er ég bara að segja alveg svo er. Ég var einn af þeim sem sagði, ég treysti mig ekki til að greiða atkvæðum hvert veit, ég veit ekki hvað fólkið er, ég hef ekkert kynnt mér að fengi tækifæri til að kynna mér þetta fólk. Þess vegna taldi ég betra að greiða atkvæðum til allt í einu, verða bara við að móti eða hvernig þetta var. En ég held að það er bara verið hreinlega mistök að gera það. Og þess vegna þurfum við réttilegast að þú kannski ert að spyrja Sigmundur að raunni bara fara yfir þetta ferli allt saman aftur, hvernig ætlum við að hafa þessar skipanir í framtíðinni. Heldur sé samflokkslegur vilji til þess? Ég held að sé alveg ég hljóta að við vilja allir til þess að endurskoða ferlirunni, menn hefur óhrættur við það, en hvort að menn hafi saman niðurstöðuna, það hef ég ekki hugmynd um, en mín persónulega skoðun er svo að endanum á það bara ráðherrann að bera ábyrgð.
Til þess er stjórnmálamenn, þeir eru kosnir til að bera ábyrgð, þeir eru ekki að framvísa ábyrgð einhver aðra. Verður ekki alltaf einhver pólitík í þessu? Jú, það verður það alltaf og það er erfitt að taka hann alveg út og ég er ekkert endilega viss um að það sé endilega heilbrigt líka að hún verður alveg tekin út. Það verða samt að vera málefnaleg sjónarmið og ég þekki það vel og við sjáum það vel í gegnum tíðina að það hafa verið mjög pólitísk skipaðir dómarar. Það hafa, sumir vinstri menn hafa ekki verið þóknarlegur hægrimönnum eða öfugt. Við skulum bara segja líka hlutina hér eins og þeir eru. Allir hæfir einstaklingar en pólitíkin hefur líka spilað inn í möguleika þeirra hverju sinni til þess að hljóta embætti og sumir hafa lengi verið út í kuldanum af því það er ekki verið með rétt flokkskírteini. Við verðum að reyna að komast þaðan. Yfir í það að geta metið þetta nokkuð hlutlegt en einhver á endanum verður að bera síðan ábyrgð á því hvernig þetta er og við Íslendingar höfum verið að fara svipaða leiðir og aðrar Evrópuþjóðir reyna svona feta okkur inn á þetta hlutlega mat meðan að Bandaríkin eru með alveg mjög skýra pólitíska stefnu það hver getur orðið með hæstaréttardómar. Þeir eru allir hæfir en svo eru bara skipar á pólitísku forsendum. Gott og vel, við skulum gera hér stutt hlé og halda áfram í smástund að auglýsingu loknum til að fjalla aðeins afsagnarhefðina á Íslandi sem er nú ekkert sérstaklega sterk. Komið sæl á nýja leik því við erum að ræða afsögn dómsmálaráðherra frá því í gær og pólitískar afleiðingar hennar og þær úrbætur sem þarf að vera í þeim efnum varða dómstóla landsins, æðsta vald landsins í þeim efnum. En svona í lokin ætlum við að ræða aðeins afsagnarhefð íslenskra stjórnmálamanna sem ekkert endilega mjög sterk eða rík. Á síðustu 50 árum hafa örfáir ráðherrar sagt af sér, Albert Guðmundsson vegna skattamála Hafskips á sinni tíð á 9. áratugnum, Guðmundur Árni Stefánsson vegna gagnrýni á hans embættisfærslur og svo var það Hanna Birna Kristjánsdóttir sem sagði af sér fyrir nokkrum árum, Sigríður Andersen núna og við náttúrulega þekkjum hvernig fór fyrir Sigmundur Davíð Gunnlaugssyni og svona mætti áfram telja. Þetta er ekki endilega margir en Þorgerður Katrín, hefðin hér á landi er nánast svört með það hvíta sem blasir við í Svíþjóð þar sem menn segja frekar af sér á fyrstu stigum til þess að eiga endurkomi í pólitíkina. Já, ég held að þetta sé hluti af kannski ákveðnu þroskaferli sem að bara íslensk pólitík þarf að fara í gegnum. Og ég held að þetta er ekki, þú veist, náttúrulega hlutdræg, þetta er ekki út af því að íslenskir stjórnmálamenn séu endilega svo miklu verri eða óforskammari heldur en annars staðar. Heldur það verður líka bara að hugsa hefðinni í gegnum tíðina og það verður líka að skapa ákveðið svigrúm og ég segi það að þegar, til dæmis eins og núna Sigríður segir af sér, auðvitað getur hún átt að afturkvæm, það er ekki spurning. Ég held að við þurfum að láta samfélagið, það er eins og með Sigmund Davíð, hann segir af sér, sjálf fór ég út af þingi bara og reyna að horfast í augu við eigin gjörðir, reyna að læra þeim og síðan náttúrulega á endanum alltaf stóri dómstóllinn eru kosningar og ég held að það verða að vera líka glufa, samfélagsleg glufa fyrir stjórnmálamenn, einmitt að axla ábyrgð, að þeir vitið að með því að axla ábyrgð þar eigið þið líka afturkvæmt, það eigið allavega tækifæri og það hefur verið svolítið þannig að þú segir af þér og svo bara áttu við allavega neitt möguleika þaðan af. Ég held að samfélagið allt, stjórnmálamenningin og flokkarnir, við þurfum að þroskast, við þurfum að breyta vinnubrögðum en við þurfum gagnvart afsögn þurfa líka að breytast. Þannig að krafan getur orðið svo að það verði sagt afsögn verði fyrr í ferlinu eins og þú ert að tala. Við sjáum til dæmis úr hruninu Björgvin G. sagði af sér viðskiptaráðherra Illugi Gunnarsson sté til hliðar stundarsakir með hann að vera að skoða málefni sjóða Íslandsbanka. Gunnar Bragi, þú stegst til hliðar í kjölfar Klaustursmálsins, eftir komin tilbaka. Þessi hefð sem er svolítið forhert á Íslandi að mínu viti vegna þess að ef við skoðum bara mál þess ágæta stjórnmálamann sem Hanna Birna Kristjánsdóttir hún svona hraktist til og frá í sínu máli. Ég voru að segja lét hrekjast vegna þess að hún tók ekki skrefið strax og sagði af sér. Gríðarlega sterkur stjórnmálamaður. Já, gríðarlega sterkur stjórnmálamaður og vann mikil og góð störf í sínu ráðuneyti og í sinni pólitík og skulle ekki tekið af því. En af hverju er þessi hrakningarleið valin í íslenskri pólitík? Þetta held ég ekkert eitt svar við þessu. Þetta sé kannski hefðina sumuleyti, svo þetta líka þannig að þetta náttúrulega
svolítið persónlega ákvörðun alltaf hreint og menn náttúrulega setjast niður og meta býtu við hvað gerðist, hvað gerði ég, hvað gerði sá sem að vinna hjá mér, skilur ekki svo leiðis. Ég held einmitt tilfelli Hönnu Birnu hafa reynilega bara ekki vitað lengi framan af hvernig í málinu stóð. Ég trúi því að það verið þannig. Síðan kemur bara annað upp úr dúrnum og þá tekur hún þessa ákvörðun. Það mjög erfitt að segja einhvers staðar sko þegar þú ert komin á þetta level þá þarf það að segja það fyrir ekki. Þetta þarf bara að vega og meta hverjum tíma. En það aldrei fyrsta hugsun? Veistu það, ég ætla ekki að segja að það sé aldrei fyrsta hugsun. Ég hugsa að fyrsta hugsunin sé kannski hvað eigum við að gera sko? Hvað er ekki best fyrir sjálfa mig, hvað er best fyrir það störf sem er innan hendi og það fólk sem ég er að vinna með og svo framvegis. Svo megum við heldur ekki gleyma því að því miður umræðan og offorsin á Íslandi svo ótrúlegur. En þú stegst sjálfur til hliðar, var það sjálfgefið strax? Sko, ég ætla nú að fara yfir það seinna betur, en ég ætla nú bara ég held ekki að vera að svara því að þetta að stíga til hliðar var það versta sem ég gerði sjálfum mér var að stíga til hliðar, en ég fyrir yfir það seinna. En menn hins vegar þurfa að vega og meta sjálfsög þær aðstæður sem eru uppi hverjum tíma. Þegar að Sigmundur Davíð stígur til hliðar og þá segir hann klárlega að hann gerir það tímabundið hægt sig að ljúka þessu verkefni sem fer á stað hins vegar vegferð og ákveðin svona atburðarás sem gerir það verkum að hann getur ekki komið tilbaka eins og allir vita. En allt tekur þetta miða aðstæðum slíkskilur. Ég meina, vandi íslenska stjórnmáli sá stjórnmálamanna, jafnvel þó þú hafi ekki gert neitt af því. Jafnvel þó þú bara unnið og mætti vinna og sinnt þínum málum, þú hættir á þingi, hvað þá? Þú átt ekkert leið inn í atvinnulífið, vinnumarkaðinn, vegna þess að þú ert búin að vera stjórnmálamaður. Erlendis víða og fólk sem maður þekkir bara úr því að starfa með erlendu vettvangi. Þetta fólk eftirsótt hjá fyrirtækjum eða stofnunum eða slíkt, heima eða erlendis, vegna það hefur ákveðna reynslu, ákveðna sín. Hér ertu bara dæmdur fyrir það ævi langturinn að hafa verið í stjórnmálum. Hvað þá ef þú hefur gert eitthvað mistök? Ég held að það sé nú allur gangur á því. Já, það nokkuð til í þessu hjá, sko, reynsla margra fyrirhundi þingmanna í þessi veru. Algjörlega, sko, og sjálfsagt að hvernig að breyta því. Ég meina, væntanlega einhver ástæða fyrir því, kannski það þessi átakahefð. Gleymið því ekki að það getur vel verið að munurinn á tregðu ráðherra á Íslandi til afsagna og á Norðurlöndunum liggi kannski dálítið í forminu. Við erum hérna með ríkisstjórnir sem að 3 síðustu hafa fallið á miðju kjörtímabili eða í lok kjörtímabils og þá bara kosið og það mynduð einhvers konar meirihlutastjórn, jafnvel þó að maður sjái sem sagt, fyrir sér alveg strax í upphafi að samsetningarnar sé með þeim hætti að það verður aldrei hægt að ná góðu samkomulagi einhverja skýra stefnu, gott dæmi núna. Á Norðurlöndunum, þar sem að þetta ekki í boði, þar sem að þeir eru með þetta sama fyrirkomulag og í sveitastjórnum hér, að það bara kosið á 4 ára fresti og þess á milli ef ríkisstjórn fellur, þá bara mynduð önnur stjórn. Það hefur svo leitt til þess að það hefð fyrir minnihlutastjórnin þar. Og miklu meiri pólitísk samvinna. Já, minnihlutastjórnir þurfa að vera auðmýkri. Þar eru ráðherrar kannski ekki jafn sterkir og geta ekki setið bara í krafti einhverja meirihlutastjórnar sem hanga á borðbrúninni bara eilíflega. Þannig að kannski fælist einhver lausn í því að við opnuðum á fyrirkomulag þar sem við þyrftum að vinna meira saman, þar sem stjórnmálamenn þyrftu að sýna meiri auðmýkt gagnvart hverjum öðrum og ég held að það myndi örugglega leiða til þess að þetta ástand myndi breytast. Þorgerður, í hvaða átt erum við að fara í þessum efnum? Erum við að forherðast eða erum við að mýkjast? Hvert er pólitíkin að fara? Mér finnst núna þetta hafa verið erfiðir tímar. Mér finnst ég sjá ákveðin svona vonarneista, ákveðin jákvæð ljós og ég vil taka undir með Loga það sem hann var að segja hér áðan. Ég held að, mér finnst viljinn til samvinnu vera meiri. Auðvitað ákveðin þrýstingur og allir flokkar hafa sína stefnu og við þurfum að vekja athygli á okkur hvort sem á samfélagsmiðlum og grasrótin hjá okkar fólki þarf að sjá að þeirra fólk að standa sig inn á þingi og sumir vil telja þá að mesti hávaðinn skili mestu. Það bara ekki rétt. Mér finnst skipta gríðarlega miklu máli að þeir sem að leiða ríkisstjórn hverju sinni, þeir bera mikla ábyrgð á því hvernig verklag á þingi.
Ég batt mikla vonir við þessa ríkisstjórn af því hún setti fram ákveðin hluta, sko við erum hérna einhverjur á breiðu rófi sem mér finnst reyndar ekki, ég hef margbúin að segja það, mér finnst þetta bara allt sama íhaldsflokkarnir og engin breyting eða framsókn eða hvað það er. En ég batt samt vonir við það að því ég ber mikla virðingu fyrir Katrínu og Bjarna og líka Sigurði að það kæmi eitthvað nýtt með þessu, að kæmi þessi nýja samvinna og það hefur bara ekki orðið. Og ef ég á að segja alveg eins og það frekar samvinnan á þingi hefur farið aftur á bak, en viljinn er samt til þess að vinna saman. Viljinn til að vinna saman er þarna, en einhverju hluta vegna að þá hafa kraftarnir farið meira í það að ríkisstjórnarflokkarnir eru svolítið að réttlæta af hverju þeir eru saman. Vinstri grænir eru svo krumpuð, þeir eru alltaf að reyna að sýna fram á þetta var víst rétt að fara með Sjálfstæðisflokknum og Framsókn í staði fyrir að einbeita sér að því að reyna að ná breiðari samstöðu eins og þau hafa núna tækifæri til með Landsréttin. Ég bara vona að ríkisstjórnin sko taki þessa útréttu hönd sem að við erum með hér og fá okkur til liðsvissi til þess að vinna að bættum hag. Við erum ósammála þetta. Mér fannst þessi ríkisstjórn frá fyrsta degi bera feigðina í sér. Þetta svona svipað og bíll á þjóðvegi þar sem að ekki bara stýri öðrum megin, heldur stýri báðum megin og svo situr, það situr einn í bílstólum aftur í, en já, ok. Og þessi ríkisstjórn hafði enga skýra stefnu. Gunnar Bragi, þú ert lokaorðið. Sko, ég búinn að vera þarna þingi sem 2009 og kom nálægt í fyrr sem aðstoðarmaður ráðherra. Ég held að við sjaldan verið jafn leiðilegt andrúmsloft og núna. Það var helst að við gengum hruni sem að þetta var erfitt. En það er ekkert mikil samstarfsandið þarna inni og ríkisstjórnin ber stóran og mikinn áhrif af því og þeir sem stýra þinginu. Gott og vel, Gunnar Bragi, Logi Már og Þorgerður Katrín, best að þakka fyrir komuna að ræða þetta í þaula, enda nauðsyn til og við förum að skipta hér yfir í allt aðra sálma að auglýsingum loknum. Þór Jakobsson ætlar að setjast hjá Birni Jóni Bragasyni að ræða áhrif klukkunar á líkama og sál eftir andartak. Sælir sjónvarpsáhorfendur, nú til skoðunar að breyta tímareikningi hér á landi og sitt sýnist hverjum það og miklar skoðanir og mikið verið rætt undanfarið. Hingað til mér er kominn Þór Jakobsson veðurfræðingur og við ætlum að ræða þetta frá dálítið athyglisverðu sjónarhorni, það er að segja lífveðurfræði. Hvað er lífveðurfræði? Já, það er nú svona sérgrein innan veðurfræðinar og þó rauninni full víðtækt til þess að tilheyra veðurfræðinni sjálfu sér. Þetta er svona fræðin lífsskilyrði, svo mætti segja, ef maður orðar öðruvísi. Og þetta er þá rannsókn á því hvernig dýralífið, sko bæði, má segja, dýr og maðurinn og svo gróður, hvernig hann bregst við í andrúmsloftinu, í lofthjúpnum. Svona allskyns samspil. Og hvað varðar manninn, þá eru þarna rannsóknir á gigt til dæmis og ýmiss konar heilsufari og já, má segja allt sem nöfnum tjáir að nefna varðandi áhrif umhverfisins eða sérstaklega í lofthjúpi á gróðurinn sem er náttúrulega geysilega mikill, maður hugsa til landbúnaðarins og svo líka dýralífsins og jafnvel í svona smæsta mælikvarði eins og hérna frumunum og jafnvel og ég get nú bara kannski lesi hérna upp úr minni gömlu grein þessa skilgreiningu. Það er lífveðurfræði eða biometeorology á ensku. Það sem rannsakað er hvernig plöntur, dýr og menn hafa aðlagast ólíku náttúrulegu umhverfi og einnig hvernig lífverurnar bregðast við breytingum á ytri aðstæðum. Viðfangsefnin eru geysilega fjölbreytileg sem sjá má í fræðiriti alþjóðasamtaka sem ég var áskrifandi að tíma og þar eru birtar niðurstöður grasafræðinga, dýrafræðinga, svo líffræðinga, veðurfræðinga, lækna og annarra sérfræðinga sem kanna lífríki og umhverfi. Svo þá er þetta mjög fjölbreytilegt og ekki síst í sambandi við heilsufar og annað. Og þegar við ræðum klukkuna þá tengist það kannski ekki eitthvað síst sólinni og áhrifum sólar á sólarljósins. Einmitt, þá er það margir þeirra sem hafa verið að rannsaka áhrif sólarljós á mannslíkamann
og þar fram eftir götunum. Nú það þarna hugtak sem kallað tímalíffræði, chronobiology á ensku, að það fjallar einmitt þetta líffræðilegar tímasveiflur og eins og þú varst að nefna áðan að þær hafa verið rannsakað mikið og þá það sólarhrings eða dægursveiflan einkum verið rannsökuð mikið. Og það sem hefur nú gerst síðan þessi 15 ár síðan ég skrifaði þetta hérna. Ég veit ekki hvort ég ætti núna kannski að segja það sem ég segi í lokin. Áður en klíkt verður útlangar með að varpa fram íhugunarefni lesenda til handa. Mér hefur verið spurt hvaða áhrif það hafi á heilsu og þjóðlíf hér á landi að stillt skuli svo til að hádegi, skilgreint frá fornum fari sem sól í hádegistað, sé í rauninni nú á dögum klukkan 1:30 eftir hádegi. Það þessi skekkja sem svo mjög til umræðu núna. Já, einmitt og þá ég varpaði fram hvort það sé ekki skelfileg staðreynd að þegar klukkan 8 morguninn og flestir að búa sig í vinnu og skóla klukkan í rauninni bara 6:30 morguninn í rauninni sko. En það líka athyglisvert, þetta 15 ára gömul grein að Nóbelsverðlaunin í læknisfræði voru mitt veitt fyrir rannsóknir á þessu sviði 2017. Já, þetta hefur verið sem sagt rannsakað mjög rækilega síðustu áratugina og þá ekki síst hjá íslenskum vísindamönnum eins og Björg Þorleifsdóttir og hefur rannsakað svefnvenjur unglinga og svona. Og það sýnir sig að þetta ekkert grín að hnika svona til, jafnvel þó þess ekki nema 1 klukkutími af því að það tekur, ef það viðvarandi að þá hefur það þau áhrif að klukkan, lífsklukkan í manni að hún á skjön við sólina. Það náttúrulega sólin sem ákvarðar þetta allt saman og ef við sæjum til dæmis á tímabelti jarðar, ef við getum smelt þeirri mynd upp kannski, að þá sést nú hvernig menn hafa reynt að skipta niður tímanum eftir því hvar sólin Já, og við erum ekki á réttum stað. Nei, það nú svolítið forvitnilegt að sjá það kort, sko. Einmitt. En það 1968 sem ákveðið að festa hér sumartíma. Já, þá... Og þá náttúrulega kannski margt sem við vissum ekki líkamsklukkun á þeim tíma. Ég held að hafi nú kannski verið stungið upp á því. Það var auðvitað 1968, þá var þó sú framför, en það var hætt við að rokka til með tíman, með sumartíma til vetrartíma, því þetta hafði svona praktísk vandræði hverju sinni. Þannig að það var ákveðið að hafa fastan tíma árið kring. En það var sem sagt úr að það var valinn svonefndur sumartími, sko. Við erum á eilífum sumartíma núna, sko. En þú talar að skekkjan sé verulega hálfur annar klukkutími, en nú talað að seinka klukkunni klukkustund, væri jafnvel ástæða til að seinka 2 klukkustundir? Já, það náttúrulega liggur við að vesturhluti allavega, ef við tekum landhelgi efnahagslögsögu Íslands, þá nær hún yfir í næsta tímabelti fyrir vestan. Sem eiginlega 2 tímum eftir Greenwich sem miðað við, sko. Þannig að... En það blandast auðvitað inn í þetta líka skammdegið og sem náttúrulega svo mikið hér á norðurslóðum. Já, jú, þetta nú náttúrulega rætt fram og aftur af veðurfræðingum líka og það ekki margir sem að mæla birtuna yfir daginn og svona. Þetta áhöldum hvort það eiginlega báðir hópar sem hafa nokkuð til síns máls í sambandi við þetta allt saman. En það sem mér finnst vera mest samfærandi núna eru rannsóknir íslenskra vísindamanna á svefnvenjum og finna það út að fjórðungur þjóðarinnar sefur minni en 6 tíma og það gæti verið stafað af þessu að við erum ekki eiginlega, förum ekki alveg eftir sólinni í sambandi við það hvenær við vöknum og hvenær við förum að sofa. Og það þá möguleiki að við getum mögulega bætt árangur nemenda í námi og framleiðinni vinnuafls?
Mér finnst það að vera mjög sannfærandi rök fyrir þessu að breyta, að fara yfir í, það sem ég kalla réttan tíma. Þannig að verði leiðrétt þó þennan klukkutíma. Já, en þú talar líka að dægurklukkan, hún leynist víða í líkamannum. Hún er ekki bara á einum stað. Já, nú er þannig að ég ekki lífeðlisfræðingur. En þarna fyrir 15 árum þá verið uppgötvað það að rauninni að það maður hugsa sér bara lífríkið í heild sinni á jörðinni að það ekki bara flóð og fjara sem fer eftir tunglinu til dæmis heldur. Þá lífríki sem aðlagast svona aðstæðum og bæði gagnvart sól og tungli og það þá bara eins og plantað inn í hverja frumu í okkur, þessi lífsklukka sem... Þannig að áhrifin hljóta að vera kannski miklu víðtæk og kannski miklu meira en við reynilega vitum Já, það er nú einmitt það sem hefur verið rannsakað og það hefur það er svona samfærandi niðurstöður sem Björg Þorleifsdóttir og fleiri hafa komið með. Þannig að mér finnst þetta nú vera eiginlega að ég myndi mæla sterklega með því að klukkunni yrði breytt og við myndum vera þá muna einum tíma milli okkar og Bretlands. Og aðalrökin eru þá tengt sólarljósinu að það sé þá bjartara? Já, það er bara, mér líkur við að segja eins og ég hugsaði fyrir 15 árum heilbrigð skynsemi þegar þú lítur á kortið, en annars er hægt að segja að á þessu korti að þá eru mikil margt afbrigðilegt mjög víða á hnettinum. Og land eins og Kanada, þar sem ég átti heima lengi, það er bara með 4 eða 5 tíma belti og það er náttúrulega mjög breytt eiginlega frá vestri til austurs innan fylkis til dæmis. Þannig að þetta er til og Kína er til dæmis með sömu klukku allstaðar og Indverjar byrjuðu þannig allavega. Og það er jafnvel vestast í Kína, þá er þarna þjóð sem hefur verið að heimta meira sjálfstæði að það vil taka upp aðra klukku, eiginlega réttari klukku heldur en í Peking. Einmitt. Og sumstaðar hefur verið frá því að þeir byrjuðu að borða koma á tímabeltum. Þetta byrjaði nú svona kannski með því að menn fóru að leggja járnbrautir og þurfti að hafa tímaáætlun. Svo kom þetta með fjarskiptunum, það þurfti að vita betur svona tíman á einu stað til annars. Jafnvel veðurathuganir, við þurfti að vita hvenær þær væru samtímis. Svo þetta var nú svona upphafið, þetta verið ekki staðið í margar aldir. Frá því að við vorum með svona eykta mörk og svona bara nánast á hverjum stað. Það var hver með sína klukku í rauninni. En kannski á þeim tíma meiri samræmi við líkamsklukkuna. Já, þá var bara sjálfsagt mála miðað við sólina hvar hún væri hádegisstað. Þannig að þetta hefur svona orðið til með tæknimenningunni að við höfum þurft að koma skipulagi á þetta, en svo hefur þetta riðlast til og frá. En við höfum kannski... Og viðskipti hafa haft mikið að segja eins og... Og við kannski mist sjónar á því að við séum partur af náttúrunni og svona kannski fjarlægst náttúruna og mikið í þessu nútíma borgarsamfélagi. Já, það er nú... Já, þú ert kollgátunni held í þessu að við höldum að við getum við höldum að við getum óhlýðnast sólinni sem stjórnar þessu öllu þegar til kemur. Það er nú það. Þróunin hefur verið þannig að hún hefur náttúrulega verið eftir aðstæðunum og þar á meðal sólargangurinn og ástíðirna líka, Þannig að þetta má segja það að við séum svona í uppreist gegn náttúrunni með að hafa vitlausa klukku. Sem getur haft ýmsar ófyrirséðar afleiðingar. En svo náttúrulega til annað mál kannski í framtíðinni verður bara hver með sína klukku eins og bara þornu. Ef fólk verður þróast út í það að fólk geti mætt í vinnuna hvenær sem er og það verða strætóar og aðrir bara ganga allan sólarhringinn eða eitthvað svona. Þannig að kannski hægt að hugsa sér þróunina út í þá átt að það verði bara
allir tímar í gangi, sem mætti segja. Sko. En við sjáum þetta vel eins og bara þegar fólk fyrir í hérna, kannski sérstaklega nemendur sem fari í jólafrí og að þeir fara jafnan síðar á fætur og geta verið oft í erfiðleikum með að rétta sig af. Þetta virðist hafa mikil áhrif á okkur. Já, ég nefni það jafnvel í þessari 15 ára gömlu grein að í menntaskólum í Bandaríkjunum þá séu þar sumstaðar sko, þá byrji nemendur klukkan 10 á morgnana sko. Bara út af þessu það er búið að finna út að unglingarnir sem ættu að sofa meira en þeir gera. Ég sáum þetta sama í nýlegri grein í Læknablaðinu, þar var einmitt lagt til að klukkan yrði senkað og skólum að auki, skóla myndi hefja síðar. Sko. Þetta er náttúrulega einn tillagan að þessu sko, að maður hafi óbreytta klukku en fari svona að breyta til með alls konar byrjunartíma og þetta er alkunnugt að fólk býður eða hefur tök á, býður eftir að umferðin fari hjá og svona. Þetta er svona mörg sjónarmið en ég held að í öllu ætti að taka tillit til náttúrunnar og þess hvernig við þróumst og svona við erum hluti náttúrunnar. Já, og það er náttúrulega að tala mikið flugþreytu, sko, þegar flogið er milli heimsála eins og sonur minn býr í Seattle og hans fjölskylda, þannig að maður finnur til þess þegar maður flýgur þar á milli, hvernig það er. En dóttir mín hún á heim í Englandi og þá finn ég ekki til flugþreytu. En þetta er þá þetta misræmi milli klukkunar í líkama okkar og svo sólargangsins hefur verið kallað klukkuþreyta. Einmitt. Og þetta er svona, það virkar ekki að fljótt og að fljúa. Eina ferð heldur þetta svona, étur sig inn að líðan fólks og svo veldur þessu svefntruflunum og þreytu og æmeri kaupum og svefntöflum. Er ekki Íslendingar meðtafar í ykkur slíku? Það virðist vera. Og annað eftir því. Þannig að mér finnst núna frá því að þessi 15 ár hafa liðið, eða sko frá því fyrir 15 árum að það eru komin miklu meiri rök fyrir því sem mér fannst verið heilbrigð skynsemi. Einmitt. Að það eru, við erum að hlusta á hérna lífeðlisfræðinga og lækna og hjúkrunarfræðinga varðandi líðan þjóðarinnar. Einmitt. Það verður fróðlegt að fylgjast með þessu. En ég skil alveg sko að hinir sem á móti breytingum og vilja helst binda tíman við London, það er líka vegna þess, eða sko Greenwich Mean Time, eða UTC eins og það líka kallað, að það er ýmis konar tækni sem er miðuð við þetta, eins og til dæmis flugumferðarstjórn yfir Norður-Atlantshafi sem Íslendingar hafa með höndum. Það eru jafnvel veðurathuganir sem eru tengdar alþjóðlegum veðurathugunum. Svona, það er ýmislegt svona sem auðvitað, það má segja kannski er ekki bara starf fyrir forritara, heldur líka það er varúðar efni, sko. Þá spyrir maður með heilsufar fólks líka, það lítur kannski ef við þurfum að leggja það á vogarskálarnar, það lítur kannski vega þyngra heldur en. Já, það er nú það, fólk verður að gera þarna upp á milli, sko. Já, en má ég spyrja nú, þetta er virkilega áhugavert, þú verður gaman að fylgjast með hvað verður gert í framhaldinu, en mér langar að spyrja það eldsnögt í lokin Oddafélagið sem þú tengist og þakka þér fyrir. Hvað er að frétta af því félagi? Já, það var nú 25 ára fyrir nokkrum árum. Það var stofnað sko 1990 af fólki sem hafa áhuga á Odda og Rangárvöllum, sem er svona sögustaður sem kannski hefur ekki fengið jafnmikla upphafningu og Skálholt til dæmis. Eða Reykholt og Reykholt og Hólar til dæmis líka. Í Odda þá var nú til dæmis kannski byrjun á með þessu íslenskri menningu, svo ég orðið það stutt og laggott með Sæmundi Fróða og hans ætt, og þarna ólst upp Snorri Sturluson
og lærði sín fræði. Hann var þar þriðjung ævi sinnar. Einmitt. Stundum sem fólk athugar það ekki. Einmitt. Svo að þetta var alltaf mjög vel tekið í þetta þegar það var stofnað og hefur starfað sko síðan en svo var ég svo, náttúrulega við sem höfum verið í stjórninni erum svo ánægð með það að hafa fengið endurnýjun. Já. Þannig að það er komin styrk stjórn. Ágúst Sigurðsson sem reyndar sveitarstjóri Rangárþings Ytra, hann hérna formaður. Nýr formaður. En þú tíminn reyndar hlaupið frá okkur, en það er gaman að þessu kærar þakki fyrir komin í þáttinn. Ég þakka kærlega fyrir mig. Takk fyrir. Þar með segjum við amen eftir efninu. Þættinum að ljúka. Endilega komið með ábendingar og það sem betur má fara í honum og hugmyndir að efnistökum og viðmælendum eru vel þegnar eins og fyrir daginn. En við sjáumst í næsta þætti. Verið þið sæl.